Svo. Ok, góða kvöldið. Í gær vorum við að líta á svona fagnarerindið og fortíðina. Í dag lítum við á fagnarerindið og nútíðina. Svo morgun lítum við á fagnarerindið og framtíðina. Og það er stórkostlegt að sjá hvað Guð hefur áhuga á líf okkar á öllum sviðum. Fyrir 40-50 árum þá fóru tölvur að koma svona á svið og allir töldu að það myndi létta á líf okkar og ég fekk mér fyrstu tölvuna 1981 held ég að verið Atari talva 40 stafur að skjá og svo ranna ég yfir, það var ömurlegt að vinna það var spennandi. Svo fekk ég mér fartölvu stálkassa, svona breiður, svona djúpur svo bar ég þetta allt með pínlítlinn grænan skjá. Í dag eru símarnir margfalt öflugri heldur en tölvurnar voru í gamla daga. Og það er alltaf sagt að þegar tölvurnar kemur það myndi létta á okkur, gefa okkur meira frí, styttri vinnutíma. Þetta er ekkert mál hjá okkur og bara unaði fyrir fólk að hafa tölvur og að lifa lífinu. En einhvern veginn finnst mér að lífið hafi bara aukið hraðan. Það hlaup við klukkuna, hlaup við tölvuna. Og það hafi verið að gera nokkur rannsóknir og það er tvær sem ég tók til hliðar því að það voru aldrei sniðugar. 1999, svolítið langt síðan, þá fóru þeir að athuga hvernig hraði mannsins var og þeir litu á mörg lönd og þeir báru saman meðal göngurhraða fólks í mismunandi löndum og síðan hversu hratt póstþjónustu fólk vann störf sín og síðan hvort að opinbera klukkur sem voru svona á opinberum stöðum, hversu nákvæmar það voru. Og þeir drógu þá ályktun að hraði lífsins í Japan og Vestur-Evrópu var svo hraðasti. Önnur rannsókn 2007, þeir sáu að fólk gekk 10% hraðar, talaði hraðar en áður og mjög óþolinmóð í biðröðum og þeir sáu líka að þegar að hraðin jókst hjá fólki það hafði áhrif á heilsu manna, þar á meðal hjartslátt og hjartaheilsu. Og þegar ég hef verið að líta á líf mitt og líf ýmissa sóknarbarna minna í gegnum síðastliðin ár, þá hefur verið að hugleiða að það er margt líkt með lífi manna í dag og það var á miðöldum. Að því leyti að miðöldum fólkið átti sig ekki sjálft. Það starfaði fyrir einhvern höfðingja sem átti setur, þau fengu korn, þau eru að rækta garðinn sinn og láta bóndan fá afurðirnar og þau eru bundin fastar og í dag segja að það er svo margir sem eru fastir í sínu lífi og komast ekkert. Óánægð með vinnu, óánægð með tíma sem þau hafa, þreytt en geta ekkert farið því að lánin á húsinu, bíllánin, kreditkortin, þau eru svo mikil, þau geta ekki borgað, geta ekki flutt sig, geta ekki farið annað, þora ekki að hætta vinnu, taka ekki áhættuna og þau eru bundin í farvegi sem að þau eru óhamingjusam. Og lífið heldur áfram verður hraðara og hraðara og hraðara. Svo hvað getum við gert? Það eru góða fréttir að Guð gaf manninum gjöf, hvíld. Það er svolítið merkilegt að þegar Adam og Eva voru sköpuð að fyrsti heili dagur þeirra var hvíld. Við viljum vinna meira og í fyrirtækjum ef að þú ert yfirmaður og sinnir öðrum undir þér að þá er yfirleitt reynt að þú hafir alltaf 20-24 einstaklinga undir þér til að skipuleggja. Þú getur ekki hugsað 24 einstaklinga í einu. Það er bara kapplaup. Eina sem þú gerir er að skrifa á tíma, skrifa skýrslur og slökkva elda, halda hluti gangandi. Og það er alltaf verið að keppast við meiri afköst, betri afköst, framleiða meira.
En Guð gaf Adam og Evu tíma og sagði, njótið lífsins, takkið hvíld, njótið þess að vera saman, njótið að náttúruna, njótið hvers sem ég hef gefið ykkur. Og Guð kallaði þetta hvíldardag, hvílist. Adam og Eva byrjuðu líf sitt á að hvílast. Guð var búinn að skapa. Fyrstu 3 dagana bjó hann til form. Næstu 3 daga fyllti hann formið. Og síðan sagði hann Adam og Evu, hvílist. Njótið þess að vera til. Fyrir nokkrum árum að þá heyrði ég mikið talað samtök sem var að reyna að hægja á lífi manna. Ég heyri ekkert það lengur, en ég var að reyna að leita að þeim og ég fann það ekki. En það voru að tala var eitthvað 800.000 mann sem allan heim sem hefði tekið sér saman og ætlaði að hægja á sér 1 dag í viku. Slaka á, róa lífið. En það er mjög erfitt að gera það ef maður er í kapphlaupi lífsins. Það er erfitt að lifa hægt. Fyrsta Mósebók, 2. kaflinn, það segir að drottinn hvíldist. Guð þarf ekki að hvílast, en hann hvíldist. Síðan blessaði hann daginn, helgaði daginn, gaf þeim gjöf og sagði njótið. Og það er eitthvað við þennan dag sem Guð gaf sem að hefur áhrif á líf okkar. Nokkrum öldum seinna, í 2. Mósebók, þegar að Ísrael var við Sínaí fjallið, þá kemur Guð þar með þeim, fjallið titrar þeirra tilbiða þar og hann gefur þeim sáttmála sinn. Margir lesa þessum boðurinn sem við eigum að halda og fylgja. Það er athyglisvert hvernig það byrjar. Í raun og veru er þetta bara 1 boðorð, ekki 10 boðorð. Og margir kristnir menn taka þess 10 boðorð, þetta verður að gera. En ef þú lítur á það vel, þá er 1 boðorð sem segir, ég er drottinn Guð þinn sem leysti þig út úr ánauð. Það er boðorðið. Og Guð sagði, ég gerir samkomulag við, ég gerir sáttmála við þig. Og það er einn guðfræðingur í Gamla-testamentinu sem er Íslendingur. Hann kom eftirlega núna, eldri maður býr í Kaliforníu, Dr. Guðmundur Ólafsson. Hann benti á eftir að rannsaka hana texta að þetta eina boðorð, ég er drottinn Guð þinn sem leysti þig úr ánauð, er svo fyllt eftir með loforðið sem Guð gefur þér. Að því ég er drottinn Guð þinn, þá þarft ekki aðra Guði en mig. Að því ég er drottinn Guð þinn, þá þarft ekki að hafa mynd af mér. Og þá er þetta merkilegt að kynslóðir og þjóðir í gamla daga, þeir voru með svo marga guði, víkingarnir, margir guðir, ingarnir, rómverjarnir, austran trúarbrögð, Afríku animism, margir guðir, því að þeir vantaði guð fyrir hvert vandamál, fyrir hverja lífstíð, fyrir alls konar atburðir sem kom í lífið þeirra. En Guð sagði, nei, ef ég er Guðinn sem leysti þig úr ánauð, þá þarft ekki aðra guði, bara mig. Þú þarft ekki mynda mér, þú þarft ekki að fara illa með nafn mitt, þú getur hvílst, notið þess að vera til og síðan heldur hann áfram að segja, nú getur þú, að því ég er Guðinn, getur að hugsa vel foreldra þína. Að því ég er þinn Guð sem leyst úr ánauð, þá getur þú núna að vera heiðarlegur, vera trúr maka þínum og þarft ekki að öfandast við aðra, að því ég er Guðinn sem leysti þig úr ánauð. Þetta eru blessanir og loforð sem Guð gefur okkur. Og það er svolítið merkilegt að ef við lítum á 4. boðorðið, þar sem hann gefur okkur meiri útskýring á þessum hvíldardegi, hann segir, þið hafið að því ég er skaparinn. Og í 5. Mósebók segir hann, þið hafið hann að því ég leysti ykkur úr ánauð, og í báðum stöðum, í 2. Mósebók og 5. Mósebók, þá talar hann ég er drottinn Guð þinn sem leysti þig úr ánauð. Í fornöld, það sjáum við marga konunga, leiðtoga, ríkisleiðtoga, sem að bjuggu til innsigli, bjuggu til peninga,
og þau voru með mynd af sér á þessum innsiglum og peningum og höfðu síðan titil sinn keisari eða konungur og yfir á þeirra ríki sem þau voru yfir. Í fjórða boðorðinu þá sjáum við að það er titil. Ég er skapari þinn, þess vegna gaf ég þér þetta. Og ég skapa allan heiminn yfir á svæði Guðs, en það er engin mynd á honum. Og það er athyglisvert að þegar að Jesús var á jörðinni, Jóhannes 14. kaflanum, hann er að tala þar og segja lærisveinum að óttist ekki, þó ég fara og kem ég aftur. Og þið þekki veginn sem ég er að fara. Og Tómas segir, við veitum ekki hvert þetta fara, segðu okkur hvert þetta fara, þá erum við hamingjusam, þá erum við góðum málum. Og Jesús segir, ég hef verið með allan tíma og þið veit ekki hvert ég er að fara. Ég sagt ykkur þetta. Og Filipp kemur þá inn og segir, Jesús, sýndu okkur bara föðurinn og þá er allt í góðu. Og Jesús svona pirraður, hann segir, ég er búin að vera með ykkur allan tíma, ég er búin að sýna ykkur föðurinn, ef þið þekki mig þá viti hver faðurinn er. Og Kristur vildi sýna okkur eiginleika föðurins, persónuleika föðurins. Við viljum sjá mynd Guðs. Og það er engin mynd. Kristus sagði, ef þið hafið mig og ég er ykkar Guð, þið þurfið ekki að sjá mig. En við viljum alltaf vilja sjá Guð, búið til mynd af Guði. Og Guð vil sýna okkur persónuleika hans. Það er ýmsar smá myndir og smá sögur á netinu, sem ykkur gæti að séð að unga fólki horfum mikið á þetta. Það sem að ríkur einstaklingur, margmilljarðarmæringur er ungur eða ung og vantar að finna sér maka og finnur engan nema fólk sem vil bara peningi þeirra. Svo þeir fela sig og fara í gerfi sem betlari eða Uber bílstjóri eða eitthvað svoleiðis til þess að finna einhvern. Þeir vilja finna einhvern sem að vil kynnast þeim og þykja vænt þeim sem persónu. Þetta er sem Guð gerði. En Guðmundur Ólafsson, hann benta svolítið. Hann sagði að lesti gegnum Biblíuna að þá er að Guð sem vil gera eitthvað. Hann er með mynd af sér, en ekki ljósmynd. Þið munið hvernig samræðan milli Krists og lögfræðingana og kirkjumenn var, hvað er æðsta boðorðið? Elska drottinn Guð þinn öll í hjarta þínu, og hvað var seinna? Elskaðu náungan eins og sjálfa þig. Og í 1. Jóhannesarbréfi 4. kafla, þá sagði Jóhannes um Guð, Guð er kærleikur. Enginn getur elskað nema þekki Guð. Og þegar maður lesa hann í gegnum Biblíuna, Guð vil skapa í okkur, í fólki sína lindisengun. Hann vil að við kynnust honum og hann lætur okkur endurspegla sína lindisengun og það er myndin af Guði. Svo í staðinn fyrir að hafa ljósmynd af Guði, í staðinn fyrir að sjá Guði persónu, að með því að kynnast Guði og leita hans, þá sjáum við lindisengun hans eins og við sáum í gærkvöldi. Guð elskar okkur svo mikið að hann tók á sig hegningu syndarinnar. Svo við þurfum aldrei að upplifa að vera hafnað og vera án Guðs. Og þegar við kynnumst Guði, þá verður okkar kærleiki, okkar þolinmæði, okkar umburðarlyndi meira og meira og meira. Fólk tekur eftir þessi, þú er breyst. Hvað gerðist? Þetta er myndin af Guði sem Guð vil sýna öðrum og mannfólki hér á jörðinni. Svo það vantar þessa mynd í boðorðunum, í loforðunum. En loforðið er, ég leysti þig úr ánauð. Ég vissi að ég var aldrei þræll. Ekki kannski þrælar eins og var í gamla daga. Við erum stundum bundin í okkar lífskaplaupi. Og við erum líka stundum bundin og ánetjumst okkar eigin freistingum og okkar veikleika. Og Guð segir, ég er drottinn Guð þinn sem leysti þig úr ánauð. Þess vegna þarftu ekki aðra Guði. Ég skal sjá fyrir þér, ég skal breyta lífið þínu og ég skal fylla þig af kærleika, umburðarlyndi. Ekki bara kærleika til þeirra sem er eins og þú.
Í fjallræðinni, í 5. kafla Mattheusar, þá sagði Kristur, þið eigi vera fullkomin eins og ég er. Við getum ekki verið fullkomin. En hann útskýrir þetta. Hann segir, ef að þið sýnið bara kærleika til nánustu fjölskyldu og þeirra sem er í hópnum þínum, hvað er það betra heldur en tollendumenn eða guðsafneitarar? Þeir sýna líka kærleika og umburðarlyndi við sína nánustu. En það sem að þið eigi að gera, mitt fólk á að gera, er að vera þolinmóð og umburðarlynd við gagnvart þeim sem að særa þig, sem áreita þig, sem fara illa með þig, þá sem að þú þolir ekki. Það er erfitt. En Guð segir, ég mun hjálpa þér. En við töluðum í gær hvernig kirkjan almennt svo oft mokar skömm og sekt á fólk. En það sem Kristus segir er, þú átt að sýna enn meiri kærleika til þeirra sem þið líkar ekki við. Þú átt að sýna enn meiri þolinmæði umburðarlyndi og láta vita, Guð elskar þig. Og þú getur að einungis vegna þess að þú hefur kynnst Guði kærleikans sem segir, ég er drottinn Guðinn sem leysti þig ánauð og ég gef þér hvíld í dag og ég mun gefa hvíld eilífð. Þú mun njóta lífsins og af því að þú upplifa kærleika þá getur þú gefið það öðrum og aðrir muni sjá mig í gegnum þig. Þetta breytir alveg líf okkar og hugsunum hvað er að vera kristinn. Hvað er að vera kærleiksríkur? Hvað er, þessi boður er ekki boð og bönn, þetta eru lofur Guðs að breyta okkur svo að þannig verðum við. Og boðurinn 10 er í raun og veru bara 2 boðorð, elska drottinn Guðinn og elska náungan, sem í raun og veru bara 1 boðorð, Guð er kærleikur. Þetta gjör breytir lífi okkar. Guð er skaparinn. Við þurfum ekki marga Guði. Við þurfum ekki að glíma við lífið ein. Við þurfum ekki að hlaupa. En Guð vil gefa okkur ný gildi. Eitthvað nýtt þess að lifa fyrir. Og ég vildi svo óska þess að kirkjan og kristnir einstaklingar myndu lifa kærleika Guðs. En það er erfitt þegar við erum í kapphlaupi lífsins. Það var ekki tími til þess. Það var mikið streita. Og þegar maður er stressað, svo kemur einhver og pirrar okkur. Ég man eftir því vel, það var í Bandaríkjunum, við vorum á einhverju móti og það var komið að tíma sem var hvíldardagur og yfirmaðurinn, æðsti presturinn hjá okkur, hann skipaði einum af ungu mönnunum, ungu prestunum sem fara og taka verkfæri og taka niður körfuboltanetið. Þeir krakkar mætti ekki leika körfubolta, það var hvíldardagur. Öll þessu boð og bönn, öll þessu lög sem voru sett fyrir 100 árum eða kristinna manna, það voru jafnvel enn sterkari fyrir þann tíma. En það var sama hverju það voru, hvort það voru baptistar, methodistar, adventistar, hvítusunnumenn, við höfum þessar reglur. Og Guð segir, ég vil setja þig frjálsan. Ég er drottinn Guðinn, ég leysti þig úr ánauð. Við höfum ekki að setja meiri reglur á fólk. Leyfa Guð að vinna í fólki. Leyfa Guð að vinna í okkur. Leyfa Guð að vinna í þeim sem við erum ósammála. Leyfa Guð að vinna í hug og hjarta þeirra sem að áreita okkur. Vikulegu hvíldardagur hefur aldrei verið meira virði en í dag í lífi nútímans. Gjöf sem Guð gaf fyrir 1000 ára til Adam og Evu, til mannkynsins. Hann gifti þau á föstudagskvöldi, gaf þeim hvíldardaginn og þau nutu þess að vera til. Hvíldust.
Þetta er ennþá mikil blessun. Og vísindamenn hafa rannsakað vel hverju máli það skiptir að hægja á sér. Hvað græðum við á því að taka dag í hverju viku til þess að hvíla okkur? Labba í burtu, ganga í burtu frá reikningunum og vinnunni og æfa það að vera prinsar og prinsessur. Við lesum konungsfjölskylduna í Englandi og all vandamál sem þau hafa. Ég vorkenni þeim. Guð er konungur okkar. Kristur er bróðir okkar. Og hann segir, njótu þess á hverri viku, æfiði það að vera konungar og drottningar. Æfiði konungsríkið og slakið á og takið að róla. Og rannsóknarmenn hafa bent fram á að taka hvíld einn dag í viku. Það endurnýjar líkamlega heilsu okkar. Frábært. Að taka hvíldardag, það breytir huganum, það hjálpa okkur að hugsa skýrar. Það hefur áhrif á tilfinningalega líf okkar. Það bætir úr samskiptum manna á milli. Og það eykur okkar eigin sjálfsímynd og bætir hana. Ég tilheyri einhverjum. Ég get slakað á, ég þarf ekki að hlaupa og vinna. Ég get sett allt til hliðar, þó svo að sé reikningar, þó svo að segja hvað er á mig, einn dag. Ég ætla að njóta þess að vera til. Stundum er það vandamál. Stundum er erfitt fyrir okkur að breyta og bara taka dag og hvílast. Njóta blessunar Guðs. Fyrir suma þá er gott að byrja bara lítið, taka nokkra tíma á viku, aðra taka meiri og svo að lokum taka alveg 24 tíma, taka blessun Guðs og bara hvílast, njóta þess að vera til. Og hvað getum við gert? Adam og Eva, þetta var þeirra brúðkaup, samskipti þeirra byrja að kynna hvor öðru. Hvíldardagurinn er alveg frábæri tími til þess að endurnýja vináttu, til að styrkja vináttuböndin, til að kynnast nýjum vinum og bara njóta þess að við erum fólk sem lifum í þjóðfélagi, í samfélagi annara manna og kvenna. Öðru lagi, njótið náttúrunnar. Við á Íslandi erum búið í alveg frábæru landi og það er gaman að sjá hvað fleiri og fleiri er að fara út og ganga í fjöllunum eða ganga í óbyggðunum eða ganga upp á Esjun eða ganga bara blómagarðin sinn og rækta garðinn og bara njóta tilverunar. Þetta er eitthvað sem getur gert á hvíldardögum. Öðru lagi, taka Biblíuna og lesa sögunar í Biblíunni. Og ég er farin að segja núna við fólk nokkuð oft, Biblían er ekki saga Davíðs og Daniels og Esterar. Það er bara ein hetja í Biblíunni. Það er Jesú Kristur. Hitt er allt aukasögur. Davíð, Jesús breytti honum. Ester var skítrædd. Jesús gaf henni hugrekki. Daniel, aumingjasmaðurinn, hann sá fjölskyldu sína tekna fanga eða drepin. Hann var tekinn í hlekki og láta ganga í vikum saman til Babylon. Hann myndi aldrei hafa fjölskyldu, lifði til hárrar aldurs, en hann var trúfastur Guði af því að Kristur var nálægt honum. Kristur gaf honum hugrekki þegar að dauðinn virtist vís. Og hvíldardagurinn er upplagður dagur til þess að taka tíma til þess að líta í Biblíuna og lesa sögunar, ekki sem kenningabók og ekki lesa sögunar það sem er að gerast, heldur lesa sögunum hvað er Jesús að gera, hvað er Guð að gera í sögunni, hvað er Guð í þessari sögu. Sumir lesa sögur og segja, þetta er ilska, þetta er vont, ég vil ekki. Skoðaðu söguna betur.
Stundum virðist þér óréttlæti. Akkur það að Sál konungur hafnað af Guði? Hann bara var að vinna undir áreinslum og þarna var hann undir pressu, stríð var að koma og Samúel kom ekki og sem konungur hann bara tók ákvörðun. Davíð, hann var fagnað af Guði, maður minn fremur morð og tekur konu annars manns, hann vondur maður, hann tekinn af Guð. Akkur þessi mismunur? Stundum sjáum við svona óréttlæti í Biblíunni, en sjá hvað gerist. Þegar Samúel kemur til Sál, þá segir, já, ég má gera þetta, ég konungur, þú skalt ekki vera að leiðrétta mig. Hann herti hjarta sitt og sagði, nei, ég veit hvað ég að gera. Davíð, þegar spámaðurinn kom til hans, hann var samanbrotinn maður, niðurbeygður og sagði, Drottinn, hreinsa hjarta mitt. Ég brotinn maður, breyttu mér. Gefðu mér nýtt hjarta. Guð, það skiptir ekki máli hvað við höfum gert, hvernig líf okkar hversu hratt við erum að hlaupa í lífinu. Guð segir, taktu tíma, kynstu mér, lestu sögunar og sjáðu hvað ég gert fyrir aðra. Ég vil gera það sama fyrir þig. Ég vil breyta lífið þínu og gera þig hamingjusama, fylla líf þitt að tilgangi, að njóta lífsins, hæja á í lífinu. 1 dag í viku. Já, hlauptu 6 daga vikuna þú vilt. En 1 dag slakað á. Ég hef oft líkt hvíldardegi við jól. Án reikningana. Þú þarft ekki að borga kreditkortareikninga eða dýra reikninga eftir hvíldu. Bara njóttu þess. Við undirbúum fyrir jólin. Við bökum og búum til og gerum meira fyrirfram þannig að jólum koma, þá allt tilbúið. Fyrir með hrein föt og klæðumst og við hittum fjölskyldu, við njótum þess að vera til. En svo koma reikningarnir eftir jólin, skammdegið. En í hver einustu viku þú getur tekið hvíldardag, undirbúið það fyrirfram, hlakka til, og það sem þýðingarmikið til þess að hafa tíma í lífslaupinu að setja í dagbókana hjá sér og setja alveg markvisst frá þessum tíma til þessa tíma, þennan dag ætla ég að taka hvíld og njóta þess að vera til að því að Guð minn bauð mér að taka hvíld og hann lofaði að hjálpa mér þannig ég gæti tekið hvíld til þess að njóta lífsins, hafa tíma með honum og æfa það að vera prins og prinsessa. Það er merkilegt þegar við lítum á tímatal, árið, það myndast á snúningi jarðar kringu sólina, mánuðurinn, tunglið kringu jörðina, dagurinn, snúningu jarðarinn á sínum eigin snúnings. Vikan, hvar kemur hann? Það er ekkert í himintunglunum sem ákvarðar vikuna, en allar þjóðir, allar kengvíslir hafa 7 daga viku. Franska stjórnarbyltingin breytti því í 10 daga viku. Það átti að vera miklu auðveldara og betra. Það var bara ríkismenn sem vildu það, láta fólk vinna lengur, færri frídagar. En eftir 3,5 ár það gáfust menn og skepnur upp, fór aftur í 7 daga viku. Og ég held, þó ég get ekki sannað neitt átt, en mig grunar að það er ekki bara fólk, heldur líka vélar og maskinur sem hefur gott að hvílast og muni kannski endast aðeins lengur ef við hægjum á okkur 1 dag í viku. Á jólunum það var allt slokk sem hægt að loka og hvíldardagi, ef allir tæki hvíldardag, það myndi hægja á þjóðfélaginu og hjálpa okkur. Það er eitthvað í líkamsklukkunni sem lætur ykkur vita að við þurfum hvíld. Jú, við sofum á næturnar, en við þurfum líka hvíld þess að við erum vakandi. Og við njótum þess og við erum ekki á hlaupum. Hvíldardagur var gjöf Guðs frá skaparanum. Hann elskar þig innilega. Hann vill þér ekkert annað en það besta sem til er.
Og Hebreabrúðin segir það ennþá hvíld. Hvíldardagur ennþá til, enn í boði. Það fagnar erindið. Guð sagði, ég drottinn Guð þinn sem leysti þú ánauð. Þess vegna þarft ekki aðra Guði en mig. Ég Guð þinn, segir hann. Þess vegna getur þú tekið hvíld í hverju viku. Þess vegna að því að þú elskar mig og ég elska þig, getur þú sýnt kærleika, þolumæði, umburðarlyndi við aðra. Meira segja umferðinni þegar trafikkin er of mikil. Þegar einhver keyrir fram fyrir þig, Guð segir, ég þinn Guð. Og ef þú tekur tíma til að hvílast og hægja á þér einu sinni í viku, þá getur líka sýnt kærleika og umburðarlyndi við aðra. Jesaja 58 sagði, ef þú lítur á hvíladag sem fegins dag, eitthvað sem þú hlakkar til í hverju viku, þá muni láta bruna fram á hæðum míns. Það er eitthvað sem Guð hefur í huga fyrir okkur og hann vill að við séum heilbrigð og hamingjusam. Og það verður aldrei verið eins mikið þörf á að taka hvíldardag og njóta hans eins og í dag. Svo ég læt þetta duga í kvöld. En drottinn Guð, hann segir, ég drottinn Guð þinn sem leysti þú ánauð. Þess vegna getur lifa lífinu til fulls. Við skulum biðja. Drottinn Guð, ég þakka þér fyrir kærleika þinn, umburðarlyndi og þolinmæði. Og að meira segja í dag í lífslaupinu, það voru gefið okkur gjöf sem er varið aldir, sem er enn verðmætari í dag. Og ég bið drottinn að við mættum hlusta orð þitt og gera okkur grein fyrir því að þú ert okkar Guð. Þú hefur leyst okkur ánauð og gefur okkur leyfi til þess að hægja á. Einn dag í viku getum við bara stoppað, notið lífsins, verið návist henni, návist ástvinna og vina og verið til. Takk fyrir að þú vilt gefa okkur hamingju og heilbrigði í Jesú nafni. Amen.